Komið sæl og verið velkomin í þáttinn Suður með sjó frá sjónvarpi Víkurfrétta. Fyrirtækið Rafholt fagnar 20 ára afmæli á þessu ári og hefur á 2 áratugum vaxið úr 3 manna fyrirtæki í að vera með 120 starfsmenn og orðið stærsta fyrirtæki á sviði rafvirkjunar á Íslandi. Það var stofnað af 2 Suðurnesjamönnum, þeim Grétari Magnússyni og Helga Rafnssyni. Þeir kynntust þegar þeir unnu í sikkoru lagi fyrir varnarliðið, en þegar breytingar urðu á því ákváðu þeir að söðla og fara í landvinninga út fyrir Suðurnesin. Þeir félagar Grétar Magnússon, gullaldarliðs knattspyrnumaður úr Keflavík og Helgi Rafnsson, körfuboltamaður úr Njarðvík, lærðu báðir rafvirkjun og þegar litið til 20 ára aldursmunar á þeim óhætt að segja að það hafi verið frekar óvænt að leiðir þeirra lágu saman, en fljótlega eftir það stofnuðu þeir rafverktakafyrirtækið Rafholt. Keppnisskap og reynsla úr íþróttum hefur hjálpað þeim í rekstri og uppbyggingu Rafholts sem nú orðið stærsta fyrirtækið á sínu sviði hér á landi. Fljótlega eftir stofnun fyrirtækisins fengu þeir 3. mannin til liðs við sig, Vilhjálm Magnús Vilhjálmsson, og árið 2002 ákváðu þeir að fara í landvinninga þegar ljóst var að harðar yrði barist verkefni varnarliðsins. Nokkrum árum síðar hurfu þau reyndar alveg þegar varnarliðið fór hér á landi. Við heimsóttum þá félaga í húsakinni Rafholts í Kópavogi, en fyrirtækið einnig með stóra starfsstöð í Reykjanesbæ. Og forvittumst hvernig það kom til að 2 rafvirkjar, annar 30 og hinn 50, stofnuðu saman fyrirtæki. Við byrjum á þeim eldri sem orðinn 76 ára, en hann notaði reiðhjól á milli staða þegar hann hóf störf sem rafvirki í Keflavík fyrir meira en 50 árum síðan. En svo datt hann inn í faðm varnarliðsins og þar beið hans mikil og góð vinna í eins og oftar sagt vernduðu umhverfi. Og það var, maður fékk öll verkefnin. Já, það var ekki verið að bjóða eitthvað út. Nei, við fengum bara þessi verkefni frá aðalverktöku sem þeir þurftu á okkur að halda. Og fyrir Keflavíkurverktaka rafmagnsdeildina þá vunnum við allt sem að þeir komust ekki yfir. Þeir voru að vísu með rafvirkja og þetta var náttúrulega stórkostlegu tími. En auðvitað var þetta svolítið erfiðu tíma margan hátt út að þetta var svolítið einkennilegt efni sem var unnið með þarna upp á Keflavíkurflugvelli. Fyrir utan annað að maður var mjög einangraður. Maður einangraðist upp á Keflavíkurflugvelli. Ég fann mikið fyrir því þegar við fluttum okkur hér inn eftir hvað þetta var allt miklu opnara og skemmtilegra umhverfi. En hvað meinarðu með efni? Þurftu að vera með eitthvað svona spes fyrir kannan? Já, allt járnrör og þykk járnrör sumstaðar eins og radarstöðunum. Það var allt snittar ár. Vírin var allir sverari því þetta var bara 110 volta spenna. Það var allt annað dæmi. Já. En þetta var bara, maður þurfti bara að venjast í og það var bara besta mál. En það sem var umfram allt, það var ótrúlega mikil trygging að vera þarna umfram. Já. Þegar Grétar hafði starfað í eigin fyrirtæki í 3 áratugi hjá rafmagnsverktökum Keflavíkur, án útboðs eða tilboðs, mætti ungur rafvirki úr Njarðvík á svæðið. Ég búinn að starfa á Keflavíkurflugvelli í 30 ár áður en að Helgi kemur þarna inn. Ég þekkti Helga ekkert vel. Ég hafði svona lasið á honum, hann var í körfuboltanum. En hann kom hann inn sem ungur og ferskur rafvirki og ég var nú sjálfsagt ekkert ægilega hrifinn af því að hann skyldi vera að koma hann inn og ryðjast inn á minn marka sem ég hafði eiginlega bara haft alveg einn í þennan ákveðna tíma. En síðan kemur það sem ég fyrir að kynnast honum. Við fengum radarstöðvarnar fyrir íslenska aðalverktaka og við sáum raflagnir í radarstöðvarnar mitt fyrirtæki, 3 af þeim 4 sem eru byggðar. Og ég lenti í smá vesinni út í Rockville. Við vorum orðnir allt langt á eftir áætlun. Og það var til þess að ég leitaði til Helga sem var nú að brjóta svolítið á mér til þess að gera það, en ég talaði við hann og hann tók svo vel í það að vera með okkur og klára þetta með okkur. Og eftir það höfum við bara verið mjög góði vinnir. Hvað þetta á tíma Keflavíkurverktaka? Já, Þegar þið voru að vinna fyrir herinn? Já. Allt lokað og þið voru bara þarna í svolítið góðu umhverfi, vernduðu umhverfi á varnarliðsins. Já, við viðurkenna það alveg. Þetta við vorum bara algjörlega vernduðu umhverfi. Ég vann bara fyrir 2 aðila. Ég vann bara fyrir Keflavíkurverktaka, rafmagnsdeildina, og svo fyrir íslenska aðalverktaka. Það var ekki bara ákveðið þegar Helgi kemur inn að herinn sé að fara. Nei. En eftir að við erum búin að vera út í Rockville þá störfum við bara saman hlið við hlið þarna að verktöku, Helgi með sitt fyrirtæki og ég með mitt. Og síðan kemur að því að það tekin ákvörðun það að herinn fari. Og þá náttúrulega var ekkert annað að gera fyrir okkur heldur en að fara í eitthvað lengra
Og þá kom bara eitt upp, það færi okkur bara á innanlandsmarkað og við tókum ákvörðun það voru vísu fleiri sem voru með okkur í upphafi en endinni var þannig að við Helgi vorum svona upphafsmenn að því að stofna Rafholt og tókum inn ungan og ferskan mann með okkur sem hafði starfað hjá mér í smá tíma, Helga Villa. Og það var bara mjög gott og samstarf okkar í gegnum þetta hefur verið alveg einstaklega gott. En síðan hafa náttúrulega bæst inn í fyrirtækið. Það hafa náttúrulega komið þarna 3 ungir og ferskir menn hafa komið inn í þetta eftir það og í dag erum við 6 eigendur og við erum hér allir og vinnum hér allir og erum í stjórnunarteymi þessa fyrirtækis. Njarðvíkingurinn Helgi Rafnsson setti ekki stefnun á rafvirkjun þegar hann hóf framhaldsskólanám í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og var fyrstu 2 annirnar á náttúrufræðibraut. Já, það eiginlega byrjaði nú bara þannig að ég ætlaði ekkert í rafvirkjun. Ég skráði mig í Fjölbraut Suðurnesja á náttúrufræðibraut. Var búinn að vera þar í 2 annir og var svona ekki alveg ákveðin með stefnuna en einhver hluta vegna, líklega þegar vinir mínir voru búin að einhverjir 2-3 farinir í rafvirkjun og ég eldi þá bara, sé ekki eftir því. Hugsaði þetta reyndar alltaf svona sem, grunn fyrir frekara tækninámi. Já. En svo þróust bara málin þannig að ég ennþá bara rafvirki, reyndar rafvirkjameistari og raffræðingur í dag en svona bara lífið. Já. Þróunin var svona og ég endaði hér. Helgi lærði svo verklega hlutan í rafvirkjun hjá Sigurði Ingvarsinni í Garði en að því loknu greip hann tækifæri þegar þau buðust hjá rafmagnsverktökum Keflavíkur hjá Keflavíkurverktökum. Og þar var Grétar kóngurinn og ég mætti þarna rúmlega 20 og við byrjuðum að vinna bara hlið við hlið, hann með sinn rekstur og fljótlega stofnaði ég mitt fyrirtæki. Sóttist eftir að gerast hluthafi þarna hjá rafmagnsverktökum og var tekinn þar inn og þannig við unnum þarna árum saman í samkeppni hjá Grétar. Á einhvern tímapunkti þá þegar það opnaðist fyrir verktök á Keflavíkurflugvelli þá ákveðum við bara að snúa saman bökum og vinna saman fyrir ekki að móti hvor öðrum og það hefur bara gengið svona ljómandi vel öll þessi ár. Og hvernig gekk svo fyrstu árin svona þið saman í rekstri? Það nú svolítið aldursmunur á okkur og hvernig var að reka byrja fyrirtækjarekstur á þessum tíma? Já, þetta byrjaði smátt sko. Við vorum þarna þegar við ákveðum að vinna saman þá stofnum við Rafholt 2002 og Grétar 20 árum eldri en ég. Villi frændi minn, hann er 30 árum yngri en Grétar, þannig að þessi kokteil af góð blanda. Já, góð blanda, Villi með tæknimálinn á hreinu, Grétar með allir sína reynslu, ég þarna milli þeirra og þetta þessi blanda hefur bara reynst alveg frábærlega þó við höfum aðeins breytt í framhaldi og tekið inn fleiri hluthafa inn í fyrirtækið. Þá allavega þetta búið að vera alveg frábært tímabil og við vinnum allir sem einn heild og við erum vinir sem skiptir kannski mestu máli. Alla tíð verið gert mikið sama fyrir utan vinnuna. Við höfum verið að fara í fótboltaferðir og við höfum gert bara ýmislegt og núna seinna ár ég og Grétar í golfið sko. Já. Sem hefur reynda bitnað á vinnunni. Það er að segja alveg eins og er. Rafholt fagnar 20 ára afmæli þessu ári hefur vaxið jafnt og þétt frá upphafi. Fyrstu árin voru starfsmenninni 10 til 20 en fljótlega urðu þeir 60 til 70 og var það þannig í nokkur ár en nú síðustu árin hefur starfsmannafjöldin farið yfir 100 og eru þessar mundir 120. Þar af eru 30 á Suðurnesjum. Við sáum fram á að þegar Keflavíkurflugvöllur opnast fyrir öðrum verktökum þá var ekkert annað en að gera en að henda sér í djúpulaugina sem ég ætlaði aldrei að gera en svona fenginni reynslu þá var þetta bara frábær ákvörðun sko að taka þetta stökk og við byrjuðum byrjað frekar aggressíft sko að við bara fórum á stað með sjálfstraustið og baráttuviljan og fórum að bjóða bara í stór og lítil verk og gekk rosalega vel. Þannig að við náðum að byggja þetta fyrirtæki upp á
eiginlega úr engu á rosalega skömmum tíma og erum búin að búa til alveg gríðarlega flottan starfsmannahóp sem alltaf grunnurinn að þessu öllu og frábæran kunnahóp líka sem alltaf lykill að góðum rekstri að hafa kunna sem höfum gagnkvæmt traust til sko. En ekki mikil samkeppni þið voruð náttúrulega á Suðurnesjum tíma í vernduðu umhverfi Keflavíkurflugvallar, varnarliðsins. En svo þegar það allt opnast og breytist og herinn fer og þið ákveða að fara á höfuðborgarsvæðið til þess að færa út kvíarnar til að styrkja reksturinn frekar. Hvernig var að detta inn í þetta? Var þetta ekki að höra samkeppni hérna? Jú, þetta þurftum við að læra svolítið upp á nýtt sko. Við vorum alltaf búin að fá útlutuð verkefni frá hernum á hressilegum verðum, skulum við segja. Þannig að við þurftum náttúrulega að læra upp á nýtt og við tókum þann slag bara og þetta náttúrulega menn hafa baráttuvilja og keppnisskapið úr íþróttunum og annað, þá náttúrulega gerist þetta bara sjálfu sér sko. Við höfum held ég spilað nokkuð skynsamlega úr okkar málum sko. Við höfum gert vel við starfsfólki alltaf, gerum okkur grein fyrir að það grunnurinn að góðum rekstri og ég meina þetta bara barátta sem við höfum held ég bara staðið okkur vel í. Og hvað mikilvægast þegar þú ert búin að reka fyrirtæki þú í 50 ár? Hvað mikilvægast í dag? Hvernig horfur á þetta þegar, núna tilbaka? Hvað heldur að sé mikilvægast í fyrirtækjarekstri? Já, sko, í fyrsta lagi þá náttúrulega verður maður að standa klárað í hvernig peningamálin eru frá að til í öðru lagi hef ég haft það fyrir reglu að ég líti á alla starfsmenn sem jafningja mína. Ég ekkert að setja mér neitt háan hest. Mér finnst það rosalega mikið atriði og því að við eigum eftir að koma, ég vil kannski bæta því og koma því inni núna í þessu að þegar við komum inn á fótboltadæmið á eftir, maður lærir alveg óstjórnlega mikið á því að vera í hópíþrótt og ég get sagt það að þetta hefur reynst mér í gegnum minn fyrirtækjarekstur alveg einstaklega vel. Maður lærir mikinn sjálfsaga, maður lærir svona skipulag, bara að skipuleggja sig vel, þetta hefur bara svo mikið að segja og margt annað sem kemur mann til góða í fyrirtækjarekstri þegar maður búinn að vera í svona hópíþrótt. Grétar 76 ára gamall og enn að vinna en segist hafa slakað aðeins á og frjáls í vinnu eins og hann orðaða. Yngri mennirnir í fyrirtækinu hafa tekið af honum verkefni þó hann sé alls ekki hættur. En nú komin önnur íþrótt í líf fótboltamannsins og rafvirkjans. Grétar féll nefnilega fyrir golfinu. Já, sko, málið nú það, eins og ég kom inn á áðan við að ég Helgi kom mér í golfið og ég mjög þakklátur fyrir það. Ég hef alltaf sagt allir að spyrja mig þetta því að konan var byrjuð töluvert á undan mér og ég sagði þetta fyrir 70 ára og eldri, þá fara menn að hafa tíma. Þetta var nú sagt meiri svona í gríni en ég komin í golfið og nú eru golfferðirnar alveg streymaðar inn. Ég fer mikið út til þess að spila golf við veturinn og stunda þetta mjög stíft, ég verð bara að segja eins og Finnst þér hafa orðið mikil breyting í rafvirkjanum, í vinnu rafvirkjans? Já, þetta gjörbylting. Já, í gamla daga þegar ég var í þessu þá var þetta bara mjög einfalt allt og þurfti ekki að hafa áhyggjur af þessu. Núna komið meiri tækni og... Já, allt miklu meiri tækni og mikið meira og ég eiginlega komin út úr því þessi drengir sem eru hérna hinum megin við, þeir eru bara með þetta á hreinu. Og Helgi náttúrulega stjórnar þessu náttúrulega með harðri hendi en hann náttúrulega nýtur góðs að því líka að vera með þessa ungu drengi þarna með sér. Ég kalli þetta unga drengi. Þeir eru á milli 40 og 50 ára aldur. Hefðirðu getað ímyndað þér þegar þið voruð að byrja þú og Helgi að eitthvað myndi ganga svona vel og að fyrirtæki myndi vaksa svona mikið? Nei, aldrei. Mér datt þetta ekki eins og lifandis hugar. Ég bjóst við að ég myndi hætta að vinna svona 67-8 ára. En málið það bara að þetta hefur gengið það vel og það gaman að gera þetta og maður á bara að gera það sem maður hefur gaman af. Ef maður það frjáls að maður geti gert það líka sem maður langar til þess að gera eins og að fara í golfið. Og eins og ég segi, ég mjög ánægður með það að hafa tekið það stökk. Hefurðu skoðun á því hvað fólk á að vinna lengi? Nei. Ég vil bara að fólk vinni eins og það treystir sér í. Heilsan hjá mér mjög góð og ég nýt þess bara að geta unnið.
En eins og ég segi, ég hef náttúrulega vola frjálsar hendur, ég hætti fyrr á daginn og ég get stungið af eins og ég vil að koma upp herðir og þá fer maður bara í gólfið. Hvernig metur þú svona horfurnar hjá ykkur í Rafholti núna svona í rekstrinum? Hvernig var COVID og hvernig er framhaldið? Ja, við slöpum ágætlega við þetta COVID sko. Við en síðustu mánuðir hafa verið nokkuð erfiðir, 20, 30, jafnvel 40 starfsmenn veikir á hverju sinni sko og það náttúrulega tekur á en þetta horfir allt til betri vegar og framtíðin er mjög björt sko. Við erum með þetta góða orðspor og það er mikið leita til okkar með ýmiss konar verkefni það sem jafnvel er ekki farið í útboð heldur sami beint og sem dæmi erum við að vinna eins og hér á höfuðborgarsvæðinu. Við erum með 2 hótel niðri í bæ á Lækjagötu og Landssímarit, 150-70 herbergja verkefni. Við erum að stækka Ölgerðina. Við erum að vinna í Vatnsmýrinni í Grósku tæknihús. Við erum með 200 íbúðir í gangi í Smáran við Smáralindina í blokkarverkefni. Við erum að byrja á öðru svoleiðis upp í Hamraborg, 180 íbúðir. Við erum með vinna fyrir vörn á Suðurnesjum, gríðarlega mikil vinna þar. Gagnaverið. Og flugstöðin? Flugstöðin, við erum með samning þar, við erum með alveg ansi mikið af fólki þar og eins erum við að vinna í stækkun þar núna. Þannig að það er mjög mikil og góð verkefnastaða hjá okkur. Og svo erum við að þjónusta, mikið í þjónustu. Við erum að vinna fyrir fasteignafélögin Eik og Reginn. Við erum að vinna í Hörpunni. Ég held að við séum búin að vera með fólk í Hörpu síðan að húsið var opnað. Ölgerðin, Nathan og Olsen, fjarskiptafyrirtækin, Vodafone. Við erum með samninga á Suðurnesjum fyrir Símann og Mílu og þau félög gagnaveituna. Í ljósleiðaravæðingu og bara almennri þjónustu við símafyrirtækin. Þannig að grunnurinn er rosalega sterkur og góður sko. Þannig að við erum bara bjartsýnir og teljum að framtíðin sé bara mjög björt. Og þú ert að stýra fyrirtækinu, þú ert framkvæmdastjórinn og þú ert lærður rafvirki og ert búinn að bæta við þína menntun þar, en ertu orðinn svona stjórnandinn svolítið við tölvuna og ert að stýra og hvernig gengur þetta hjá þér? Hvernig er að það er smá flókið mál að vera með yfir 100 manns í vinnu? Já. Svona í grunninn þá er ég ekkert sérstakur rafvirki sko. Ég held að ég sé betri rekstrarmaður. Þannig að það er kannski ástæðan fyrir ég fór óvart í rafvirkjum sko. Ég get alveg bjargað mér og allt það. En ég held að eins og Villi er tæknimaðurinn og tæknistjóri. Grétar er með svona reynslu í verkefnastjórnun. Og Villi hann er tæknimaðurinn, Jói sér símamálin og þau mál. Borgþór er svona, hann er með 5 háskólagráður í einhverja verkfræðigreinum sko. Rúnar sér Suðurnesin og er frábær rafvirki. Ég held að ég sé örugglega lélegasti rafvirkinn af þessum mönnum, en kannski besti stjórnandinn, ég vona það. Já. Þannig að þú ert að stýra svona meistari liði Rafholts í rauninni. Ég hef verið framkvæmdastjóri hér frá byrjun og það er bara gengið mjög vel. Auðvitað náttúrulega að búa til svona fyrirtæki, það kemur ekki að sjálfu sig sko. Við held ég, þessir eigendahópur, ég held að við höfum unnið hvern einasta laugardag í 10-15 ár og við tókum okkur alla sumarfrí. Núna síðustu ár sko erum við farin að geta leyft okkur svona eðlilega starfshætti. Við vinnum eðlilega vinnuviku yfirleitt, getum tekið okkar sumarfrí en það tekur á að búa til stórt og gott fyrirtæki. Ég spurði Grétar hvort það hafi ekki orðið mikil þróun í rafvirkjun frá því að hann byrjaði fyrir 50 árum, en það er ekki alveg svo langt síðan að þú byrjaði, en það er samt orðið nokkuð langt síðan. Eitthvað 30 ár síðan að þú byrjaði það ekki? Jú. Og ég reyndar Grétar hefur nú sagt mér sögur af því þegar hann var hjá Leifa í Keflavík og ég veit ekki hvort hann sagði eitthvað frá því að það var hans fararskjóti var reiðhjól með sem hann hengdi í verkfæratöskuna og rúntaði á milli verkstæða. Þetta er ekki boðlegt í dag en sko umhverfið er allt annað sko og rafvirkjun hefur þróast rosalega út í það að verða bara tæknigrein sem er mjög spennandi fyrir bæði konur og kalla. Þetta er ekki erfiðisvinna
nema litlu leyti sko. Þetta mikil forritun og þetta mikil tæknivinna og mjög svona held ég spennandi framtíðarstarf fyrir marga, bæði launalega séð og bara verkefnalega séð. Enda ásóknin gríðarleg í rafvirkjun. Og ég til þess bara með í tölvunni líklega 20-30 atvinnuumsóknir fyrir sumarið sem ég þarf eftir að svara sko. Já, þannig að það ásókn í starfið og kannski líka fyrirtækið ykkar. Já, ég held að sé bara almennt ásókn í þetta sko. Jóhann Júlíusson einn af eigendum og stjórnendum Rafholts og lagning ljósleiðar á Suðurnesjum meðal stærri verkefna sem hann hefur stýrt. Þannig eru þið komin langt með að tengja öll Suðurnesjum við ljósleiðara? Já, sko, kannski ef við tökum Reykjanesbæ, þá kjarnan hérna í Reykjanesbæ, þá eru við komið svona 80% af Reykjanesbæ sem eru komið með ljósleiðara og stemt að því að klára hann í sumar og næsta sumar sem verður þá Reykjanes verður búin og svo í beinu framhaldi stemt að því að fara í reynda að byrja því önnur bæjarfélög, nágrannasveitarfélögin, Garður, Sandgerði, Vogar, Grindavík og allan að það sem heyrir frá þessum upplýsingum við fáum að sé á næstu 3 árin sem að það stemt að klára það. Rúnar Jónsson stýrir Suðurnesjadeild fyrirtækisins en þar starfa og yfir 30 manns. Við erum búin að vera með mikla starfsemi síðastliðin ári upp í flugstöð og erum rafverktaki nr. 1 þar núna og svo erum við með gagnaver sem heitir Vörn Global sem gríðarlega mikið fyrirtæki og mikil starfsemi þar í kring og einnig erum við með þjónustu við stærri og smærri fyrirtæki og einstaklinga hérna. Helgi lék með meistaraliði Njarðvíkur í körfubolta þegar hann var ungur maður og vann með því marga titla. Íþrótta- og keppnisandinn því aldrei langt undan hjá okkar manni. Kom íþróttaandinn með þér inn í fyrirtækjareksturinn? Keppnisandinn? Já, ég held að bæði ég og Gretar og fleiri í þessum eigendahópi fyrirtækisins sko að við höfum grunninn úr íþróttum og þar kemur náttúrulega bæði keppnisskapið og baráttan og getan til að vinna í hóp sko, taka tillit til annara og vinna saman. Það dálítið mikið og stórt atriði sem þarf að hafa í huga þegar þú ætlar að reka fyrirtæki eins og ætlar að spila í íþróttum. Þannig já, það hjálpaði okkur verulega mikið. Þú varst í körfubolta, ég aðeins að spyrja þig út í það, í meistaraliði Njarðvíkur sem þetta var í Ljónagrefjunu, áttirðu góða tíma þar? Já, þetta var svona dálítið gullaldarliðið, eitt af þessum fyrstu sko, það voru náttúrulega búin að vera þarna nálægt titli lengi vel og einhverjir titlar voru komin í hús en 87 þá var nú í fyrsta skipti sem við unnum tvöfalt bikarinn og Íslandsmótið og ég var í því liði ásamt ansi mörgum þekktum nöfnum og það voru náttúrulega bara frábæri tíma sko. Og það var skilað manni ansi miklu. Já. Og Ljónagrefjan, þetta var nú eitt sterkasti heimavöllurinn á Íslandi. Já. Og reyndar kannski enn, en það var kannski ennþá meira þá. Já, þetta var alvöru hús sko, byggt svolítið í kringu körfuboltann, alvöru gólf og með því Keflavík voru að spila á einhverri gúmmímóttu þá spiluðu á parketti og þetta var alveg frábæri tíma sko og Keflavík, Njarðvík, Rimmurnar náttúrulega alveg ógleymanlega sko. Þar unnum við oftast minnum við á þeim árum. Gretar einn af gullaldarliðsmönnum Keflavíkur í knattspyrnu sem vann 4 Íslandsmeistaratitla og 1 bikarmeistaratitil, auk margra fleiri minni titla á rúmum áratug eða 1964 til 1975. Gretar var á miðjunni og átti skemmtilegan fótboltaferil með Keflavík og lék einnig 8 landsleiki. Keflavík var þekkt fyrir mikinn liðsanda á þessum tíma. Þetta var náttúrulega bara stórkostlegt. Þetta er svona eitt af betri tímum ævi minnar. Já. Ég alinn þarna upp og við urðum Íslandsmeistarar fyrst í 4. flokki 1959 og margir af þeim mönnum náttúrulega voru uppi staðan síðan í liðinu 64 og áfram alveg eins og Guðni Kjartansson og nefnir nú bara einn og Kalli Hermanns. Þetta var bara alveg stórkostlegu tími og gott að alast upp því að Keflavík var náttúrulega bara fótboltabær. Þarna þið get sagt það þegar við vorum að fara í Evrópu, fóru náttúrulega 16, ég hef spilað 14 Evrópuleiki. Það komst ekki 2 vegna meiðsla. Magnað að hugsa til þess á þessum tíma. Þetta er bara stórkostlegt og endurminningarnar og allt sem maður hefur bara stórkostlegt.
Ég bara segi bara nákvæmlega eins og þessi tími í Keflavík var hérna stórkostlegur. Þú sér það til dæmis þegar við erum að fara í þessi Evrópuleiki að þá var ekkert vandamál að fylla flugvél af stuðningsmönnum. Þetta gátt ekki allir gert á þessum tíma. Nei, það var bara fyllt flugvél og farið á útileik og stuðningsmenn Keflavíkur bara fylltu vélina. Já, fylltu vélina, það stóð ekkert á því. Það myndi fylgja sínu liði. Er einn leikur eitthvað á þínu fótboltaferli sem eftirminnilegri en aðrir? Já, það get ég alveg sagt þér og ég þarf ekki að hugsa með mér lengi undir að gera það. Real Madrid í Madrid sá flottast og besti leikur á Bernabéu. Já, það var bara alveg stórkostlegt. Hvernig var líka að hugsa okkur annars sko. Já. Þetta var ægilega vel tekið á móti okkur og leikurinn tókst vel og hérna, þetta leikur sem ég mun alla tíð muna. Já. Ég spilaði náttúrulega þessa leiki sko, eins og ég segi, Tottenham, Everton. Já, Tottenham, Everton og svo þessum Dundee United í Skotlandi. Svo fórum við til Split, spiluðum við Hajduk Split og þá beið flugvélin bara út á velli og þeir sögðu allir hvaða ríkidæmi þetta frá Íslandi. Við vorum með vél frá honum Guðna í Sunnu. Þau áhöfnin bara kom og við spiluðum bara leikina. Við seldum leikin út, spiluðum báða leikin úti. Og þetta var bara, flestir af þessum leikin sem að spilaði í Evrópukeppni eru mjög minnistæðis. Það var svolítið stórt fyrir okkur en þá var engin forkeppni. Þannig að það var svolítið, maður gat lent á móti. Algjörlega, og Keflvíkingar voru mjög heppnir með það, með mótherja. Já, fengum hann nokkuð stór og góð. Risa lið. Já, sem var mjög ánægjulegt fyrir okkur. Já. Þetta hélt svolítið í okkur lífinu af því við fengum ekkert borga fyrir þetta. Já. En þetta var svona pluss í restina af tímabilinu að maður fekk góðan Evrópuleik og góða ferð. Já. Skemmtilega. Já, það var svona verðlaun ársins. Akkúrat. Þið náttúrulega eru miklu Suðurnesjamenn og maður hefur tekið eftir því að þið eru hafið sinnt samfélagslegri ábyrgð. Maður sér nafn fyrirtæki sem segja lógmerkið ykkar mjög víða í íþróttahúsum og manna. Er þetta eitthvað, var þetta algjörlega meðvituð hugsun hjá ykkur að vera góðir í samfélagslegri ábyrgð, taka þátt í samfélaginu? Já, og við náttúrulega höfum skilið mest eftir okkur á Suðurnesjum, að ræturnar eru þar og við náttúrulega erum með rekstur þar sem borgar skatta og skyldu til bæjarfélagsins, 30 starfsmenn og... Þið eru með 30 starfsmenn á Suðurnesjum? Já, cirka. Og við höfum það er alveg meðvitað hjá okkur, við auðvitað að styrkja góða málefni út allt sko. En við leggjum sérstaklega áherslu á Suðurnesjum, styrkjum bæði íþróttir og menningu, mjög hressilega og munum halda því áfram, meðan höfum burðið til. Þannig að það er eitthvað sem við okkur finnst nauðsynlegt að leggja til samfélagsins, að hurfum náttúrulega máttarstólpar úr öllu styrktarkerfi þegar herinn fer og sparisjóðurinn og þetta og þá þurftum náttúrulega að sýna einhver ábyrgð og ég held að við höfum alveg lagt okkar á í þann lið. Lóða vogaskálarnars, þegar við komum sterkir inn. Já, ég tel það. Já. Og munum gera það áfram.